Já, Guð leyfir okkur að gera mistök. Guð verður að leyfa okkur að gera mistök í lífinu. En þegar þú áttar þig á þeim og leitar eftir hans hjálp, sýnir hann þér leiðina. Hann er alltaf tilbúinn að hjálpa þér, en hann mun ekki vinna verkið fyrir þig. Þú verður að gera það sjálfur. Andlegt líf er ekki fyrir viljalausa, heldur fyrir þá sem eru sterkir og öruggir með sig. Það er fyrir þá sem að vilja finna svör og eru reiðubúnir til að fara alla leið til að finna réttu svörin, sama hvað það kostar. Ert þú hræddur við að gera mistök? Ert þú hræddur að fara á meira dýpi en þar sem þú botnar? Þú lærir aldrei að synda nema þú spyrnir fótunum frá botninu. Þú munt ekki vaksa andlega nema þú standir á eigin fótum. Gerum þennan dag dýrlegan og tengjum okkur við Guð. Fyllum hjarta okkar af kærleika og þakklæti fyrir nýjan dag, fullan af fyrirheitum og loforðum Guðs. Þegar fyrstu augnablikin á nýjum degi eru glaðleg, finnur þú að þau næstu verða það líka. En vaknir þú hins vegar með þunga byrði í huga, niðurdregin og kvíðin, getur þú verið þannig allan daginn, nema þú gerir eitthvað í því. Leiðir Guðs til að finna fullkomin frið í þínum hjarta og huga. Friðurinn kemur þegar þú varpar öllum kvíða yfir til Guðs. Láttu aldrei bregðast að þakka fyrir alla blessun sem þú færð. Þegar þú vilt vera öðruvísi og lifa sigursælu lífi, verður þú að taka ákvörðun að þú ætlir að gera það, og þá mun líf þitt verða mjög gott. Byrjum strax að sjá það besta í lífinu og njóta lífsins á meðan við fáum að lifa. Og með þessu orði í huga skulum við syngja hjarta.